meina ég bara menntaður, ég tekihár, skiluru, ég kem af bara menningarlega sinnuðu heimili og það ákveðið svona menningarlegt auðmagn þarna líka og ég bara í toppmálum. Ég ætla ekki að fara að segja, heyrðu, láti mig vera, skiluru, með mína veislu hérna, skiluru, að ég lít svo á að það sé mitt hlutverk sem bara samfélagsþegn að við tökum ábyrgð á þeim sem þurfa á því að halda, skiluru, og það líka bara barnafólk og það eldra fólk sem við þurfum bara að passa upp á og taka ábyrgð á, að það enginn annar sem gerir það, sko. Og þú veist, einhver svona háleitar hugsunir hægrimanna eitthvað svona sterki maðurinn sem bara fer sinni, heyrðu, að vera sterkur í mínum huga að taka ábyrgð á öðrum, sko. Það styrkleikur, sko. Já, Jónas, hvernig líður okkur? Bara, lífandi þér. Það ekki? Já. Lífið að fara vel með þig? Það að fara vel með mig, það er mikið að gera. Já, það var að taka þetta? Ég held það, já. Það bara, þetta lítið mjög vel út, mjög mikill meðbyr og við erum bara mjög spennt fyrir þessu. Það bara henda, ég finn rosalega mikið á samfélaginu. Já, það er ákall. Eftir breytingum. Það er mikill meðbyr. Nei, en þú veist, við erum að tala við fólk bara allan daginn og okkur alls það mjög vel tekið og ég búin að vera lengi í þessum flokki þannig að ég, þú veist, mann tíman að tvenna og það er heiminn og haf milli þess hvernig okkur er tekið núna og hvernig okkur hefur áður verið tekið í sveitarstjórnarkosningum og við lítum bara á það sem mjög jákvætt merki. Já, og þú ert þess að Jónas Már Torfason og þú ert oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi, segi? Í Kópavogi. Þannig að hafa þetta rétt. Já. Hérna, sko, byrjum bara á Samfylkingunni í Kópavogi. Já. Ekki verið mikill meðbyr hingað til, en þú sko, örugglega öflugasti samfylkingarmaður fyrir utan Kristrúnu akkúrat í dag. Já, takk fyrir það. Já, ertu ósammála því? Já, ég ætla ekki að fara að setja mig á þann stall, sko. Hvað hefur þú farið í svona greindavísutölupróf? Einhver tíma þegar ég var barn, já. Hvað vegstu? Það var einhver svona ADHD-greining, sko. Ég man ekki hvað það var. Ég gef ekki mikið fyrir þessi IQ-próf, sko. Nei, ég var að hlusta á því hérna korter í kosningar já. Með Ásdísi, þar sem að þið voruð að ræða hlutina. Og ég hef aldrei séð Ásdísi átt erfitt með hérna samtala, ekki á hún átt erfitt endilega með það, en svona á hún hafi þurft að láta reyna á hana, sko. Já, ok. Já, ég tek það bara sem svona hraustleikamerki. Nei, ekki? Já. En svo ég hætti nú að vera skemmtilegu við þig. Já, byrjaði að vera leiðilegur. Já, hérna mun Kristrún Frostadóttir þurfa að halda í höndina á okkur öllum kosningafundum það sem eftir eða ætlið þið að segja eitthvað sjálfur eða hvernig verður það? Já, ertu að tala þá þetta útspil sem var helgina. Ég var nú þar að kynna útspilið með henni, sko, og átti nokkur orð í pontu. Þar var ég samt ekki hlutverki, sko, oddvitað Samfylkingarnar í Kópavogi. Við erum bara með þetta málefnastarf miðlægt hjá flokknum og það bara vill svo til að ég var formaður stýrihópsins sem fór með þetta málefnastarf í þetta skipti og þess vegna vorum við að kynna þetta saman. En það er auðvitað klárt að þetta er hugsað sem útspil okkar í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og þess vegna eru aðrir frambjóðendur með og hérna það verið að reyna bara líka að fá myndefni og það er svona pulsugerðin í þessu, sko, að þú veist þetta er líka bara snýst ásýnd og kynningarefni þannig að þá eru þetta allt fólkið okkar fengið með og hérna verið að reyna ná myndefni að því, sko. En ég meina, ég veit að Pétur Martins er að kynna sína stefnu núna helgina og þú veist, auðvitað munu að heyra frá okkar frambjóðendum en ég veist samt ekki að Kristrún verður áberandi, ég meina henni bara, hún er auðvitað gríðarlega vinsæl og hérna og er amt að Samfylkingin á góðri kosningu í þessum sveitarstjórnarkosningum, þannig ég bara full trú á því að hún muni beita sér líka land allt. En þetta er hann nýtt, ég meina Dagur hefði ekki tekið það í mál að við ætlum að hittast inn í Kópavogi til að kynna okkar áherslur. Þetta er bara eitthvað nýtt. Af hverju ekki Kristrún svolítið sett til hlés? Þú veist, það er alltaf að tala það að Samfylkingin sé ekkert án Kristrúnar. Nú er þið svolítið að undirbyggja þann punkt. Finnst það ekkert skrítið? Mér finnst það ekki, nei. Ég meina, þetta er málefnaútspil frá Samfylkingunni og Kristrún er formaður Samfylkingarnar, þannig að auðvitað er hún í hérna brennideplinum þegar það er verið að kynna eitthvað slíkt, alveg eins og ég er þarna sem þessi formaður stýrihóps. En núna er búið að hún hefur verið ávítt fyrir það hérna, hún sé að fara þarna með rosalega yfirlýsingar sem að eiga ekki svona, hvað hefur að segja, hefur ekki verið kynnt fyrir ríkisstjórn. Daði Már segir bara einfallega að þetta sé bara ekkert það sem hefur fara að gerast, en samt kemur hún þarna og segist, já, nei, ég er sko formaður Samfylkingarinnar, en hún er samt forsætisráðherra, hún þarf að bera ábyrgð á því sem hún segir.
hún getur ekki verið að lofa eitthvað svona til bláinn og menna, hún tilkynnt ekki þarna, nú ég að tala sem formaður Samfylkingar en ekki forsætisráðherra. Sko ég held að í fyrsta lagi verðum við líka aðeins að bakka mín að þetta vekur mikla athygli og fólk finnst alveg fáránlegt að hún sem forsætisráðherra að kynna eitthvað útspil. Hún samt stjórnmálamaður, hún ennþá formaður Samfylkingarinnar og það vill nú bara þannig til að sko, Samfylkingin stærstu flokkur landsins, við ætlum okkur stóra hluti í sveitastjórn, við ætlum okkur stóra hluti í landsstjórninni og þetta eitthvað sem hefur verið reynt margoft áður, að einhver flokkur kynni sína stefnu svona landsvísu, einhver breið stef sem að gilda í öllum sveitafélögum, en það hefur bara engin annar flokkur farið í þá vinnu. Ég meina, við erum búin að vera undanfarna mánuði að fara land allt, að banka upp á hjá fólki. Mjög creepy. Fólk elskar þetta samt. Það er geðveikt þakklátt að fá að tala það sem það að ströggla fyrir og það ekki nema með svona vinnu að fara land allt og tala við fólki land allt það sem hægt að greina einhver sameiginleg stef, hvaða vandamál þarf að leysa hér bil allstaðar á landinu og svo erum við í ríkisstjórn og þá getum við sagt, heyrðu, við erum með jafnaðarmenn sem stýra landinu og við viljum jafnaðarmenn sem stýra í sveitafélögunum og þá getum við unnið saman að þessu markmið, af því það hefur oft verið vandamálið. Það alls konar áskorunir sem hafa ekki verið leystar af því að sveitafélögin og ríkisstjórnin hafa ekki verið að vinna saman heldur að vera að draga í sikkur áttina og það það eina sem við erum að segja með þessu útspili. Heyrðu, hérna erum við með nokkur áherslatriði, við erum með að lækka kostnað barnafjölskyldna og létta undir þeim. Við erum með gamla fólkið sem viljum veita betri þjónustu og skaffa fleiri hjúkrunarrými og svo ætlum við að einfalda regluverk og leyfisveitingaferli fyrir fyrirtæki. Og það sem við erum að segja ef þið kjósið okkur í sveitastjórn, að þá ertum við sveitastjórnarfólk sem mun vinna með ríkisstjórninni í þessum atriðum. Þetta með lögfestingu leikskólastigsins hefur verið að stefnuskrá Samfylkingarinnar í fleiri ár og það var bara mikill fókus á þetta fyrir síðastliðnar þingkosningar. Þannig að það ekkert nýtt og það eina sem við erum að segja heyrðu, við viljum opna á þetta samtal, við viljum að okkar fólk í sveitafélögum setji áherslu á þetta og að hefjist eitthvað samtal milli ríkisins og sveitafélagana til þess að leysa þetta mál í eitt skipti fyrir öll, eins og þetta hefur verið gert á öllum hinum Norðurlöndunum. Já, hver munurinn á því? Ég meina, stjórnmálamenn eru náttúrulega rosalega umhuga það að þeir geti leyst öll mál með því að skrifa það niður á blað. En svo þarf praktískt að gera það. Algjörlega. Hver þið munurinn á því að lögfesta það og eins og staðan í dag? Sko það auðvitað alveg rétt að þetta ekki eitthvað hókus pókus og allt í hennu birtast 4.000 leikskólakennarar. En við erum heldur ekkert að segja það sko. Við erum að segja að það þarf að hefja þetta samtal, það þarf að vinna þessu markmið og auðvitað áskoranir á leiðinni. Auðvitað kostar ekkert einhvern pening en það þarf að opna þetta samtal, heyrðu, hvernig ætlum við að fjármagna þetta, hvernig ætlum við að gera þetta, þú veist, það verið að láta eins og þetta sé ekki æskilegt, skilur, auðvitað viljum við brúa. Nei, það enginn sem segir það, Jónas, það enginn sem segir að þetta sé óæskilegt. Nei, en það verið að láta eins og þetta sé ómögulegt, kannski öllu heldur, eins og þetta sé bara eitthvað óyfirstíganleg áskorun sem Íslendingar einir geta ekki leyst eins og hefur verið leyst á öllum hinum Norðurlöndunum. Ég meina þetta bara fyrsta skrefið í að leysa þetta vandamál að sveitafélögin og ríki fara að ræða, heyrðu, hvað erum við að gera? Ok, það einhverjar áskorunir, við þurfum fleiri leikskólakennarar, hvað ætlum við að gera í því? Skilur, það hluta af þessu samtali og þetta byggir á skýrslu sem var gerð fyrir forsætisráðuneytið. Þetta áætlað að kosti cirka 10 milljarða og þú veist, samtalið hvernig það á að skiptast, það eftir, en ég meina, þú veist, okkur rís ekki hugur við þessa tölu. Það hægt að finna lausn á þessari tölu, það hægt að finna lausn á þessu vandamáli. En svo koma sjálfstæðismenn og kynna einhverja tölur upp á 150, 200, 300 milljarða, alls konar einhverjar aðgerðir og það enginn sem spyr það, hvað ætlið að skera niður til að fjármagna þessar skattalækkanir, skilurðu, og ætlið að selja orkumiðin til hvers? Og það betra fyrir ríki? Það enginn sem spyr þau að því sko. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætur klára málið í dag.
Nei, en munurinn aftur á móti sá að sjálfstæðisflokkurinn segist geta skorað niður hjá hinu opinbera menn þið eruð að auka hjá hinu opinbera. Það munurinn á því að þegar þetta er 200 milljarðar, munurinn á 200 milljörðum þá að segja við erum þá staðfastlega að fara að reyna að nýta meðal annars núna örugglega gervigreindarinnviði sem eru að koma hratt til þess að mynda minnka báknið. Þið eruð að segja að það eru 10 milljarðar sem við ætlum að setja til viðbótar. Landsbankinn var að gefa út spá það að stýrivextir myndi koma til með 8,25%. Þið eru búin að vera að segja að það ætla að vera með einhver sleggju til að berja niður stýrivextina en svo kemur þið í sveitarstjórnarstig og það bara heyrðu nei við ætlum bara að gefa öllum allt. Ég meina við erum náttúrulega ekki að gefa öllum allt og punkturinn kannski sá að ég meina þú þarft að fjármagna skattalækkanir á sama hátt sko. Nei, þú þarft þess ekki að þú sker niður. Já, ef þú sker niður og hvar ætlar að skera niður, skilur, hvaða þjónustu ætlar að skera það og það er enginn sem spyr sjálfstæðisflokkinn að þessu, skilur, og það er punkturinn. Varðandi þessa 10 milljarða, ég meina, það er margt annað sem við ætlum að gera líka og eins og ég segið, þú veist, að þessu stigi er þetta bara að vera að setja mála á dagskrá og þetta er eitthvað sem við viljum og ætlum okkur að leysa. En svo er auðvitað þannig að þú veist það er hagvöxtur almennt á milli ára, skilur, það myndast alltaf eitthvað meira svigrúm hjá ríkinu án þess að þurfa ekki að endilega að breyta gjöldum og sköttum og fyrir utan það, ég meina, þú veist, í upphafi þessa kjörtímabils var lögð áhersla á hagræðingartillögur, það er allt í vinnslu, afleiðingarnar af því er ekki ennþá komnar fram og ávinningurinn af því, ég meina það er verið að stefna á hallalaus fjárlög, skilur, og ef leiður við erum komin þeim megin við núlið og getur fara að greiða niður skuldir, það myndast svigrúm á vaxtagreiðslum, skilur, þú veist, fólk er að láta þetta fólk er mikið fyrir sér sko. Já, ég er alveg sammálað með fjármagnskostnaðinn en aftur á móti að koma fram í þessari greiningu Landsbankans, ég held að vera 1,6 til 1,8% hagvöxtur sem að heldur ekki einu sinni í við þá fólksfjölgun, þannig að þið þreytist ekki á að segja heyrðu, það er svo lítill hagvöxtur á mann, það mun koma til með að aukast undir þessari ríkisstjórn. Það jókst. Já, en hann mun en hagvöxturinn ef að framferð sem horfir þá eru stýrivextir fara að verða 8,25%. Það er svolítið skrítið að einmitt Kristrún sé að koma fram með ykkur með þessar tillögur þegar að ríkisreksturinn er ekki að batna. Við erum ennþá að sjá ótrúlegar bara horfur. En af hverju segir að ríkisreksturinn sé ekki að batna? Út af því að við erum bara að sjá skattahækkanir og fleira sem að mun Við erum að sjá hallalaus fjárlög í fyrsta sinn í áratug. 2027. Í áratug. Já, ég er peppaður fyrir því. Já, og hvað annað á ríkið að gera? Skilur, meina, gjaldtökurnar hafa verið mikið umræðin og eins og Kristrún sjálf hefur bent á, ég meina, vísitala neysluverðs er mælistika, hún er mælikvarði eins og hvað annað og það er ófullkomin mælikvarði. Það eru sumir hlutir sem er í henni og það eru sumir hlutir sem er ekki tekið tillit til. Við höfum getað náð sömu niðurstöðu með því að hækka bara tekjuskatt, skiluru, það hefði ekki mælst sem verðbólga. En það bara vill svo til að þarna eru tillögur gjaldtöku á bifreiðum sem hafa verið undirbúningi rosa lengi hjá ríkisstjórnum undan okkur og það er fyrirsjáanlegt að það þurfti að finna lausn á þessum vanda og við bara gerum það, skilur við. Það er vörugjöld, það er samsköttun hjóna, það er fullt af fleiri skattahækkunum. Við höfum nú rætt samsköttun hjóna, við getum komið að því á eftir, ég er alveg til að ræða það. En það bara vill svo til að þetta eru gjaldtökur í þetta skipti og þetta hefur það áhrif á vísitölu neysluverðs og það hefur áhrif á verðbólguna en það er til skamms tíma, það eru einskiptis aðgerðir og ef maður skoðar undirliggjandi þetta, menna hvað hefur verið drifkraftur verðbólgu undanfarin 15 ár? Húsnæðisverð. Og er það núna drífandi þáttir í verðbólgunni? Nei, það er út af því að þessi verðhjöðnun á húsnæðisverði mun koma til með að leiða til minnkunar á framboðsliðinni og það er, þetta er bara teygjubyssa sem við erum að teygja aftur nákvæmlega eins og við gerðum eftir hrun þar sem að húsnæðisverð féll en það hættum að byggja ég hef talað við samtöku iðnaðarins þetta og þeir hafa stórkostlegar áhyggjur af því að nákvæmlega þetta mun koma til með að leiða til þess að það verði óhagkvæmt að byggja húsnæði þá ertu bara að teygja teygjubyssuna og svo einhvern tíma þarftu að losa og það mun húsnæðisverð rjúka upp út af því að það er ekki húsnæði fyrir þá sem að vilja búa hérna. Þetta er ekki bara eins og þú veist, þó að þú getur sagt eitthvað að húsnæðisverð sé að lækka að nafnvirði, ekki að nafnvirði heldur að raunvirði í dag að þá þurfum við samt að horfast í augu við það að til framtíðan til næstu 20 ára þá eru þið að taka ákvarðanir þannig það er ekki hægt að segja bara já, nei, þetta er ekkert mál út af því að húsnæðisverð er að lækka núna það er bara út af því að við stefnum í kreppuástand. Ok, förum yfir þetta. Ég meina drifkraftur húsnæðisverðs hefur fyrst og fremst verið fólksfjölgun og undir þessari ríkisstjórn hefur hún meira að minna staðið í stað. Meina, það er bara fínt, þá er ekki lengur jafnmikil álega á innviðin. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur gefið út skýrslu sem síðan er að núna loksins erum við að byggja nóg til þess að ná
mannfjöldaspá og sko ef við ætlum að tala orsakir húsnæðisverðs, ég meina það sem við verðum að leggja áherslu á og ég var bara mjög góðu máltekki mitt hjá samtökum innar eins og Vaffer sem þú varst líka á, það sem við verðum að tala þessi undirliggjandi sko gjaldtaka sveitafélagana og meina öll sveitafélög hafa verið að taka þátt í þeirri þróun, meina í Kópavogi þá eru þið búin að hækkum svona 100 og ég manna ekki rúmlega tvöfaldast á síðustu 4 árum. Skilu, ég held að Hafnarfjörður sé eini bærinn sem hefur lækkað þau og ég þekki dæmi, ég talaði verktaka það sem að hann þurfti að borga 300 milljónum meira en að gera ráð fyrir út af þessum hækkunum og þetta skila þetta sér út í húsnæðisverð. Og þú veist, ekki það, ég ætla ekki að kasta ástís undir rútuna endilega með þetta. Það kemur sérna. Þitt fyrsta verk. en þú veist, þetta ég bara vil vera sanngjarna, þú veist, það eiginlega öll sveitarfélögin að hækka þessi gjöld. En þetta drifkraftur húsnæðisverðs meðal annars og undirliggjandi þetta samtal sem á eftir að eiga sko hvernig við skiptum tekjum á milli ríkis og sveitarfélaga. Þetta svona þetta ekki skemmtilegt, þetta ekki sexy kosningamál, en þetta gríðarlega mikilvægt og þetta ef þið talið við sveitarstjórnum fólk land allt, þá þetta örugglega efstu óskalistanum þeirra hvað þurfa að græja, af því það hafa alls konar verkefni verið færðið yfir á sveitarfélögin án þess að þau annarkvort hafi ekki tekjustofna til að sinna þeim eða þá bara hefur ekki fyllt fjármagn frá ríkinu. Þú veist, þetta til dæmis bara grunnskólarnir, málefni fatlaðra skiluru og eitt af því fyrsta sem ríkisstjórnin að gera á þessu kjörtímabili að taka einhverja þessum verkefnum aftur til sín til að létta undir sveitarfélögunum og til að leysa þessan hnúta, eins og börn með fjölþættan vanda, þessi börn sem eru sko hvað erfiðust í kerfinu eða þurfa hvað mestu þjónustuna, uppbygging hjúkrunarheimila til dæmis og þar til dæmis vindur mjög vel áfram, minna það væntingar til að biðlistinni eins og hann var sko, tíð síðustu ríkisstjórnar, þá fækkaði hjúkrunarheimilum að mann, þá voru byggð held ég einhver 30 og eitthvað á 4 árum, skilur. Núna það komið vel á leið og á næsta ári gert ráð fyrir að biðlistin sem var þegar við tókum við, þegar Samfylkingin tók við stjórn landsins, verið helmingaður, 2030 gert ráð fyrir að hann verið nánast komin í 0. Þú veist, þetta árangur, þetta það sem við töluðum að við ætlum að gera fyrir síðustu kosningar, vel á minnst. Já, þetta bara á svört og hvítu sko. Þetta eru fallegar áætlanir, en það Martí, sko, en þú talar bara alveg ótvírætt heilsumerki efnahagskerfisins. Af hverju, út af því að sko, manstu þegar Inga Sæland kom og var alltaf að drulla við sjallana og var alltaf að segja, sjáuð ekki veisluna, þið eruð pínu þar, þú ert að segja við mig, sérðu ekki veisluna, en samt Landsbankinn að segja við mig að þessi 8,25% stýrivextir í lok árs. Það ekki heilsumerki og þú getur alveg svona farið yfir einhverjar jákvæðar horfur og ég sammálaðir með skuldasöfnuna, algjörlega galið og líka sjálfanir mega eiga það að þeir bara, þeir eiga það skuldlaust að hafa staðið í því. Nei, þeir geta alveg sagt að VG hafi verið hana og Framsókn hafi verið hana, en þeir allavega skrifuð upp á þetta. Þannig að ég velti fyrir mér, af hverju ertu að segja við mig, sér ekki veisluna, þegar Landsbankinn gerir ráð fyrir 8,25% stýrivöxtum árið 2027. Já, ég held ég sé ekki að biðja fólk að sjá veisluna, sko. Ég ger mér alveg grein fyrir því að fólk að ströggla, þú veist, ég bara fjölskyldu maður, skilu, ég finn alveg fyrir þessu líka. Það sem ég við það verið að fara í kerfisbreytingar til að laga svolítið óheilbreytt ástand sem búið að vara í mjög langan tíma. Og það getur þetta bara verið svolítið sársaukafullt, skilur. Og ég meina, ég held að Kristrún hafi sagt svona 100 sinnum, það sagði enginn að þetta auðvelt, sko. Og ég held að við stöndum bara á bak við það. En við erum að gera kerfisbreytingar sem skapa jarðveg fyrir heilbrigðari efnahag til lengri tíma. Svo þetta, sko, þú veist, það auðvitað erfitt fyrir mig núna að koma eftir, þú veist, vondar mælingar í janúar og febrúar út af þessum innskiptisaðgerðum í gjaldtöku og segja þetta var alltaf að fara að lagast, skilur. Og svo kemur bara stríði Persaflóa sem hefur katastrófískar afleiðingar fyrir heimsefnahaginn. Það auðvitað erfitt fyrir mig að segja, en ég stend samt við að það það sem var að gerast. Við sjáum verðbólgumælingu í nóvember sem leit mjög vel út, svo kemur desember, það alltaf verðbólguhækkun í desember.
svo kemur janúar, það alltaf verðbólguhækkun í janúar. Hún miðar samt við 12 mánuði aftur í tíman. Já, ég veit það, en það samt alltaf á milli mánaða, skilur þú veist. Ja, milli mánaða, en það ekki hækkunin. Jú, ég meina hækkunin alltaf kemur inn í 9-12 mánuðina, síðasti desember dettur út og 9. desember kemur inn, sko. Sami janúar að því þá hækka gjaldtökurnar, líka hjá sveitarfélögunum, og það kikkar alveg inn líka inn í verðbólgumælingarnar. Þannig að þú veist, það koma þarna 2 ópilmenn og svo bara stríði persaflóa og olíuverð hækkar bara 40% á nokkrum vikum, skilur, og það hefur áhrif ekki bara á olíuna, það hefur líka áhrif á matvörur og það hefur áhrif á áburðarkostnað og alla virðiskeðuna, skilur. Þannig að þú veist, ég held að einhver leyti að áhrifin að þessu stríði þarna fyrir persaflóa og lokun Hormúsasunds hafi verið vanmetin, en það samt ástæðan fyrir því að Landsbankinn að spá þessum háu verðbólgutölum eitthvað fram á við, sko. Það ekki út aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Og ríkisstjórnin að gera allt sem hún getur, sem fyrst og fremst að skila hallalausum fjárlögum, sko. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Já, ég veit ekki, sko, út af því að ég manna, sko, í COVID og aðeins fyrir þá voru sjálfurnir einmitt alltaf að tala það að skila allar þessum fjárlögum. En þá sagði samfélkingin bara nei, það við erum þjónustu þurfi, svo allt í einu samfélkingin komin á það, kannski það út af nýjum fjármálaráðara, ég veit það ekki, en áður en við förum aftur að sveitarstjórnarstig og það er líka einbeitum bara því. Jú. Hefðum við ekki átt að senda Heiðar á Drekasvæði? Var það, horfum við ekki núna tilbaka og hugsum, vá, ef við værum nú með olíunars Heiðars Guðjónssonar flæðandi Sko ég veit ekki til þess að neinum hafi verið bannað að leita eftir olíu á Drekasvæðinu, sko. Ég held að menn hafi bara ekkert verið að biðja og sækja leyfi fyrir því, sko. Jó, það voru einhverjar takmarkanir. Ég man ekki, nú þetta stólið úr mér, en ég held að Jóhann Páll hafi sagt að hann hafi losað eitthvað varðar þessi mál og talaði með einhverja geymslu sem hann fann gögnina sem hann leysti eitthvað á læðingi. Ég meina, þú veist, auðvitað værum við skellihlægjandi núna í einhverjum orkuskorti ef við værum með olíu á Drekasvæðinu, þannig að í fyrsta lagi ekkert víst að það sé olíu þar, þannig að annars væri lengur búið að sækja það, sko. En þetta spurningum að skoða það. En hins vegar þá erum við náttúrulega líka bara með okkar íslensku, þú veist, innan gæsalappa olíu, skilur, sem bara rafmagn og þú veist að einhver leiti hægt að spá fyrir sko, ef við förum út í einhverja stórtaka vetnisframleiðslu og það verður raunhæfur orkugjafi fyrir bílafloti í framtíðina, þá verðum við bara Abu Dhabi norðsins, sko. Já. En áður en við leysum orkumál heimsins, þá ætlum við að halda okkur við. Þá förum við í Kópavoginn, sem miklu starra mál. Það alltaf, þetta við byrjum smátt. Vegferðin hefst á einu skrefi. Já. Það ekki. Ásdís bara að rústa þessu, það var að koma út ársreikningur í gær sem ég búin að lesa og það ekkert sem hægt að bæta. Nei. Ásdís frábær. Hún búin að crack the code. Já. Leikskólamánin list, check. Nákvæmlega. Þessi 100 loforð, check. Sterkasti rekstur í 18 ár. Heyrðu, þú getur reyndar haft gaman að þessum 100 loforðum. Já, hefur skoðað þau? Nei, ég ekki múin að skoða þau. Þú ættir að kíkja á þau, sko. Eitt af því núna ég ekki að reyna að vera leiðilegur, mér bara finnst þetta skemmtilegt, sko. Hætt að segja þetta, þú átt að vera leiðilegur. Nei, þú veist, ég líka bara að reyna að vera sanngjarn. Það margt fínt á þessum 100 loforða lista, en svona inn á milli alveg dót sem frekar fyndið, eins og eitt að eitthvað svona kannamöguleikan á sundlaug í kórnum og það merkt check, uppfyllt. Já, og svo þegar maður smellur að við checkuðum, það var ekki hægt. En það heldur gott, sko. Það þetta það rétt, já, ég hef gaman að svona, sko. Það svo orwellíst svona, já, nei, við erum ég uppfyllti þetta og gerði ekki neitt. Við checkuðum. Það heldur ritt. En ég meina, hún samt búin að segjast uppfylla þessi lofur. Og auðvitað bara mjög margt gott í Kópavogi, sko, en reyndar, þú veist, ég held að einhverju leiti sé þessi narratífa afleiðing bara svona fréttaumfyllunar, skilur Reykjavík far sjúkla mikla athygli í öllum fréttamiðlum
og oft eru það neikvæða fréttirnar sem fá meiri athygli. Önnur sveitarfélög á landinu fá ekkert sömu athygli, skilur, þannig að ef það er eitthvað sem er verið að gagnrýna, eða er eitthvað sem fólk er ósátt með, þá bara kemst það ekki svona greitt í gegn, skilur. En þú veist, ég meina, ég var ekki framboðið, ég held ekki að það var ekki hægt að gera betur í Kópavogi. Fyrst og fremst hef ég hort til, skilur, barnafjölskyldna, sem ég held að sé verið bara, það er verið að velta töluverðum kostnaði yfir á þau borga hæstu leikskólagjöld á landinu í þessu Kópavogsmódeli. Ef þú fullnýtir tíman, eða ekki? Já, ef þú ert í 8 tíma. Já. Krakkar er ekkert að vera á stofnun í 8 tíma, sko. Nei, minna... En svo er líka út af því ég held að séu margir hlustendur sem að vitið ekki út af því ég er ekki alveg búinn að gera mig fyllilega grein fyrir því. Ef ég er með barnið mitt í 6,5 tíma eða 7 tíma, að þá er ég gjaldfrjáls, eða ekki? Nei. Ef þú ert í 6 tíma á dag, eða 30 tíma yfir vikuna, þá borgarðu bara fæðisgjaldið, sem er einhver 11 skall per barn. Fair enough. Það er bara flott búbót og það er mjög flott gulrót fyrir foreldra að þú veist, einmitt þeir sem hafa kostað í að vera með börnin sín heima, skiluru, og ég meina ég er að nýta þetta, sko, bara við getum farið út í það og eftir, en hérna og það er eitt og sér mjög gott og það er mjög jágott og það er fínt að þessi verið að hvetja til þess að foreldra sé heim með börnunum og gefa einhver verðlaun fyrir það til að létta undir mönnun. Það sem við höfum gagnrýnt er að hluta þessu kerfi er að leið og þarft eitthvað aðeins meira þá ertu farin að borga 50 skall, skilur. Er það aðeins meira þá er það 50 skall? Hvað er að tala um? Heru, ég var í Sundi í gær að tala við eina mömmu úr Kópavogi sem var óvart búin að skrá dóttur sína í korter í viðbót. Þannig ekki 6 tíma, heldur 6 klukktíma korter á dag og hún var að borga 30 skall fyrir það bara. Þetta korter, sko. Ég skal alveg viðurkenna, það er brútalt. Það er brútalt. Og þú veist, við erum ekkert að tala um að fara aftur eitthvað eins og þetta var eða, þú veist, leggja þetta niður, skilur. Við skiljum alveg akkur þetta kerfi var sett á, en við höfum verið bara mjög krítisk á það að gjaldskráin lá ekki fyrir þegar við erum að fara í þessa vegferð og síðan endar þetta á því að þetta er hæstu leikskólagjöld á landinu. Og meira að segja eftir breytingarnar, hérna Reykjavíkurleiðin, það sem er verið að fara í svipaða átt, einmitt til þess að létta mönnun, skilur, og koma til móts við leikskólastarfsfólk sem upplifir mikið álag og það er bara rétt hjá þeim, skilur, og það er mjög erfitt. Meira þess að eftir það erum við að borga 460.000 krónur á ári meira í Kópavogi heldur en í Reykjavík. Og heldur að mun ekki minna fyrir fjölskyldu sem er nýkomin úr námi, nýkomin út af vinnumarka, það er að kaupa bleiur, það er að kaupa barnamjólk og það er að byrja að borga húsnæðislánum og hvað nú er, heldur að mun ekki næstu 500.000 ári fyrir þær. Jú, það gerir það. Það er alveg rétt. Og ofan á það, minna, þú veist, svo er þetta líka bara svona þróunin yfir kjörtímabilið. Það hefur verið, þú veist, eins og frístundabíllinn sem er geðvægt úrræði og eitthvað sem ég held að bara margir er að líta til og er komið í önnur sveitarfélög. Að, þú veist, það er verið að taka krakkana úr skólanum, skuttla með æfingar, skilur, passa upp á að, þú veist, sá hluti gangi upp fyrir foreldra. Nema hlutur foreldrar hækkaður á kjörtímabilin, skiluru. Þannig að þú veist, það er endalaust verið að velta kostnaði yfir. Sumarnámskeið barna, næstu helmingi dýrari í Kópavogi en í Hafnarfirði. Allt þetta safnast saman og við sjáum það að fólk á barneignaraldri því fækkar í Kópavogi. Þetta er næst elsta sveitarfélag landsins og ungu barnafólki er að fækka, skilur, það er að flytja úr bænum. Og ég þekki bara dæmi persónu, sko, að fólk sem bara horfði á reikningsdæmi og segði, við flytjum bara til Reykjavíkur, þá getum við borgað meira en húsnæðislánið okkar, skilur, og gerði það. Við sjáum dæmi úr þessu Kópavogsmódeli, það sem að fólk sem er ekki með háar tekjur, það sem það borgar sig ekki fyrir þau að vera í vinnunni í staðan fyrir að sækja barnið sitt, skilur, að þau taka bara barnið og eru bara með það í vinnunni, skilur, og þá er bara krakkin í iPad á meðan mamma er að klára að vaksa síðasta kunnan hérna á snyrtistofunni. Það er náttúrulega ofbeldi að láta barn hafa iPad, sko. Það er það. Þessi þáttur er í boði Þór Grímsson & Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það er ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það er smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá er þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfðar lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem er líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér er eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem er rétt fyrir þig
hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thoughtco.is og skoðaðu úrvalið. Ég veit að þú ert áhugaður þetta. Það nokkur ár síðan að voru innleitt svona snjalltæki í Kópavogi, bara allir krakkarnir fengu iPad. Við höfum verið krítisk á það líka. Þú veist, að einhver leyti, það kannski hægt að nýta þetta sem kennslutól, en afleiðingarnar hafa ekkert verið skoðaðar. Og það allir gangur á því, þú veist, börnum hleypt heim með iPadin. Eidís meðframböndum minn sem í öðru sæti, hún að tala það að sonur hennar svo spenntur fyrir því að koma upp í 5. bekk því þá fær hann að taka iPadin heim og svo tölum við MK, ég var í MK í síðustu viku, þar eru börn að koma sem kunni ekki fingrasetningu, kunni ekki að tölvu, kunni ekki að vista skjöl í tölvuna og þú veist, þannig að það eitthvað skakt við þetta, það þarf að skoða þetta betur, þetta hefur ekkert verið skoðað. Hverjar afleiðingarnar af þessari ákvörðun voru? Nei, ég er sammálaður, maður skjótin inn í þetta því að sko, búið því ég ætla að taka undir að og mér finnst líka það sem skrítið í þessar umræðu spjaldtölvuvæðinguna og fleira er að sko ég persónulega þegar ég man ekki það var eitthvað sko sveitafélag út á landi sem var búið að færa sig yfir í það að vera einhvern veginn þú veist pappírslaus og með og ég var bara svona já þetta örugglega sniðugt en svo aftur á móti hafa bara þessi uppþróast og bara allt við þetta þróast þannig að við sjáum bara að það var augljóslega óskynsamlegt að láta börn hafa iPad í hvaða skilyrði sem og ég einhvern veginn svona ég veit ekki, kannski ég líka svona of mikill átakamaður ég einhvern veginn fyrir strax í hana þetta alveg heilalaust en þetta bara svo heilalaust en líka ónalag að við getum bara svona einhvern veginn undir ónus bara, heyrðu, já, þetta voru mistök þá kannski þurfum við bara einhvern veginn að taka skriðið tilbaka. Já, ég meina, þú veist, eins og fólk gerði með sígarettur, skilur, það bara, ok, kemur í ljós, þetta kannski ekkert sjúklega valt fyrir mann, sko, að þá bara rúla maður tilbaka. Nei, ég alveg sammálaður og þú veist, ég svolítið eins, ég sé þetta og bara, þú veist, magatilfinningin minn að þetta eitthvað off, skilur, ég lefi börnunum mínum ekki að fá iPad eða síma. Mér finnst allt í lagi að fá að horfa á sjónvarp skilur því það bara svolítið annars eðlis það er sameiginleg upplifun það ekki einokun á athyglinni nákvæmlega og þú veist bara það að skjárinn sé aðeins lengra frá litinu held ég skipti máli en líka bara það mikilvægast að þú getur ekki þetta sé ekki interaktíft rétt sammála en þú veist þetta bara varhugaverð þróun sem ég held að við þurfum að bara taka skrið tilbaka og bara heyrðu hvernig ætlum að hafa þetta skilur ætlum að útiloka þessa tækni frá skólakerfinu kannski ekki en þú veist, ekki rétt að hafa þetta svolítið í þröngum skorðum, skilur, og við vitum nákvæmlega hvað það sem við ætlum að fá út úr því að hafa þessi tækin í skólanum og tryggjum þá líka bara svona basic hæfni skilir sér líka, eins og bara vista skrár á tölvu og nota leiklaborð. En mér langar að koma aftur inn á kostnaðin, af því þú veist, þetta svona kannski bara mjög stórt atriði hjá okkur, þú veist, að þetta svona varhugaverð þróun, skilur, þetta svona dropið að hóla steinin hér og þar annað dæmi, við erum að tala húsnæðismarkaðinn, það engar óhagnadrifnar íbúðir í Kópavogi og fyrir ekki nýlega að búa hafna beiðni Bjargs íbúðafélag sem að fá íbúðir þessi gatnagerðargjöld hafa hækkað, þú veist, á kjörtímabilinu og á móti verið að lækka fasteignaskatt, skilur og mér finnst engin snild að borga fasteignagjöld það alveg þannig en við verum að tala forgangsröð hverju borga fasteignagjöld það fólk sem komið út á húsnæðismarkað og þeir sem eru með stærstu og dýrustu eignirnar borga mest og það verið að forgangsraða því að lækka þessa gjaldtöku á kostnað alls annars staðar þú nefnir ársreikningin yfir kjörtímabilið að maður tekur tillit til lóðaúthlutunar að það eru 2 stór hverfi að rísa hérna í Kópavogi og vera úthluta úr öðru þeirra það eru margir milljarðar sem komin til Kópavogs út af því en maður tekur þann einskiptiskostnað frá halli yfir allt kjörtímabilið 3 milljarðar og það nú allir ábyrgir reksturinn sko. Þetta notabene takmörkuð auðlind sem verið að úthluta Kópavogur næstuð búin með allt byggingaland. Það svona cirka 1 hverfi eftir sem eftir að byggja sem Vatnsenda hlíðin og á móti kemur að það verið að innheimta gjöld fyrir byggingarétt og það verið að innheimta lóð fyrir gatnagerð og alls konar innviði sem á eftir að borga
skilur, þannig að þú veist, jú, þetta lítur vel út núna en það er bara að vera að íta vandamálinu fram og þetta er eitthvað sem ég óttast að narratífan sé einhvern veginn, heyrðu, Ásdís var með allt upp á 10 og reksturinn var svo frábær og eitthvað, svo kemur Jónas og tekur við og setur uppi með Svarta-Pétur og það er að finna leið til þess að borga fyrir allan þessar innviðafjárfestingar, finna leið til að laga hallan, ég meina, ásreikningur sem var kynntur í gær, og tekur lóðagjöld frá, þá er 400 milljóna króna halli á rekstri Kópavogs. Þú sagðir þetta áðan, sko, ég var að renna yfir þetta sko, við getum kíkt á þetta eftir þátt já, líka við erum nú að tala um þetta sko, hvað var þetta 4 milljarðar eða 5 milljarðar sem að fóru í það að veita lóðir en samt var rekstrarhagnaðurinn sem að nemur sko minna en það er að segja þú segir að þetta sé sko að við værum í algjöru tapi eða Kópavog bara var í tapi en það heldur ekki alveg vatni allavega að þú þyrftir eitthvað meira en bara innviðagjöldin til þess að réttlæta það það eru, hvort þetta var eitthvað 56 milljarðar sem að voru heildar rekstratekjur en að lóðaúthlutunina voru eitthvað kringum 5 þannig að þetta sko heldur ekki alveg vatni Já, en sko reksturinn skilar tapi upp á einhverja 400 milljóna þegar þú tekur gjöldin frá skilur, balansin er ekki jafn Er það svo mikið? Já, okay. Og yfir kjörtímabili er þetta 3 milljarðar Ásdís er að koma, hún kannski rekur þetta ofinni Já, hún gerir það eflaust En sko, en það breytir því sem ekki að þetta er besti rekstur Kópavogsbæjar í 18 ár Ég meina, þetta er besta niðurstaðan, já en það er líka bara í fyrsta sinn síðan 2015 eða eitthvað sem er verið að byggja nýtt hverfi það sem er verið að útleita lóðum Ég meina, þetta er fyrst og fremst það En það mun skilja sér í útvarpstekjum og fleira, sko Já, en það fylgir líka kostnaður Já Þú veist, útvarpstekjurnar koma þegar fólki er flutt inn í íbúðurnar, sko þar þanga til og eftir að leggja vegina þá eftir að leggja lagnir, þá eftir að sjá alla þá eftir að setja upp ljósastöra Ok, en hvernig sér þú þá fyrir þér að klára þetta? Myndirðu vilja hækka þá fasteignaskatt? Ég hef ekki vilja hækka fasteignaskatt En ákveð, þú varst að gagnrýna það að hann væri svo lágur Já, og ég held að sé fínt þar við setjum, minna, aftur Af hverju ættu við setjum við þar? Þú ert að segja að hann sé of lágur Nei. Út af því að það kemur best fyrir þá sem eru með hæstu tekjunar í stærstu og dýrustu eignunum Ég held að sért aðeins að snú upp á það sem ég var að segja ef ég var hinskilin Það sem ég var að segja er forgangsröðunin hefur verið að lækka þessi gjöld á meðan önnur gjöld sem hafa til dæmis lagst á barnafjölskyldur hafa hækkað Forgangsröðunin er skökk Þetta er ekki forgangsatriði í mínum huga Ég get alveg sagt það að ég kem ekki til með að leggja mikla áherslu á að halda áfram að lækka fasteignagjöld en ég ætla kannski ekki endilega að hækka þau sko ekkert endilega, ég meina ég eftir að rýna þetta, ég vil að ég ætla mér ákveðna hluti þarna í bænum og ætla að veita ákveðna þjónustu eins og ég sé þetta núna, það á ekki að þurfa að hækka útsvar, það er reyndar við skulum koma útsvarinn eftir því, það er alveg leikþáttur, en það á ekki að þurfa að hækka fasteignagjöld og fasteignagjöldin er líka heldur ekkert svo brjálæslega stór hluti af heildartekjum bæjarins heldur myndast svigrúm hérna á hverju ári og það þarf að forgangsraða því öðruvísi þegar svigrúmið myndast þá vil ég að það fari í þjónustu fyrir bæjarbúa ég vil að það fari í lögbundna þjónustu fyrir til dæmis eldri borgara, ég vil að það fari að lækka kostnaða barnafólks og ég vil að það fari í til dæmis eins og við höfum nú rætt áður sundlagarnar og lengja opnuntíman í sundi ég meina, að þú fer í sund núna á morgun í Kópavogslaug þú er reikin upp úr kortir í 6 hver fer í sund klukkan 5 og bara, ég get verið stutt núna Ég þarf að drífa mig upp úr eftir Ég er með þér, sko. Halldór Armand skrifaði með pistil á sínu tíma þar sem hann var að tala og Sverrir Norland skrifaði líka pistil Sverrir skrifaði bókasöfnin og Halldór Armand sundlaugarnar. Bara, þú strax og við erum farin að skerða réttindi fólks til þess að komast til sund, þá erum við bara að draga úr einhverjum svona rótgrónum menningarlegum Þetta er þjóðarsálin sem að vera að veitast að Ég er sammálaðir þar Þannig að ég held, og það kostar ekki mikið, skilur þú veist, þú ert með mannvirkið, það er langt dýrasti hlutan að þessu. Vatnið er þarna og þú slekkur ekkert á hitanum yfir nóttu, sko. Þetta er bara spurningum, sko, vinnutími starfsmanna þarna í einhverja nokkra klukktíma og á móti kemur auðvitað inn einhver gjaldtaka af fólki sem er að mæti sund og sérstaklega það er opið lengur í Kópavogi en annars staðar, þá kemur fólk úr öðrum sveitafélögum, sko, til okkar. Meina, eins og ég hef verið að gera í Reykjavík undanfarnar vikur sko og mánuði að ég ætli kvöldsund þá þarf ég að fara í sundhöllina sko en
Nei, ég ætla nefnilega að skjóta inn í út af því að ég ætla ekki að sleppa þér við þetta út af því að þú varst að segja að vera snúotur. Já. Sko, þú sagðir að það veri röng forgangsröðun sem hefði verið að gerast með fasteignaskatt út af hann hefði verið á lár. Já. Þú segir samt. Nei, aftur. Hann hefði verið lækkaður. Af því það hefði verið að lækka hann og hækka aðra hluti, skilur. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Eins og leikskólagjöldin og eins og frístundabílin. Ok, en segjum sem þá að þú myndir komast að sem bæjarstjóri. Já, þegar, nákvæmlega það er hérna the secret en þú ert að segja samt að það hefur verið röng forgangsröðun að lækkan á þessum fasteignagjöldum. Það þýðir að þú ert ósáttur með hann hvar hann er í dag eða það hlýtur að vera. Ég sé þetta ekki hvernig þú getur verið að gagnrýna hana fyrir það að hafa lækkað og það hefur verið röng forgangsröðun á sama tíma og segir mér finnst ekkert mál hvar hann er í dag. Ég meina, ég stend samt við það, því eins og ég segi, það myndast alltaf eitthvað svigrúm á hverju ári. Tekjurnar aukast, skilurðu, og þá er bara spurning hvað ætlar að gera við þær. Ætlar að nýta þær í að bæta þjónustu við bæjarbúana eða ætlar að lækka fasteignaskatta, skilurðu. Gæti skilað eftir í vasa skattgreiðenda? Já, og það er það náttúrulega sem að sjálfstæðismenn segjast vera að gera. Ég lít þannig á að hlutverk sveitarfélagsins sé að veita þjónustu. Og ég til það ekki til dæmis vera góðan og ábyrgan rekstur að vanrækja lögbundin verkefni í þágu þess að lækka fasteignaskatta, skilurðu. Þá ertu bara að sleppa því að borga reikninga. Það er bara alveg eins og ef einhver er bara að sleppa því að borga rafmagnsreikningana sína. Er það ábyrgur heimilisrekstur að sleppa því að borga þá? Nei, en ég vil samt ég meina, erum við ekki með næga þjónustu? Það er alltaf verið að tróða á henni kokjaða mér, ég þurfa að borga meira út af því að ég er svo rosalega þjónustu þurfi. Hvað ef ég segi bara nei takk, bara fínt, höfum þjónustunum svona, en höfum skattan þá líka svona. Ef þú farið eitthvað til viðbótar þá getur þú skilið eftir í vasanum mínum, takk hérlega fyrir. Ég meina, sitt sýnist hverjum. Ég held að upp til hópa séu Íslendingar frekar þjónustu þurfi heldur en annað. Á hvaða sviðum? Segjum til dæmis bara heilbrigðis sviðinu, þú veist, einhver 50 skall í vasan hjá einhverjum skiptir einhver til að frá að hann þarf að nýta sér heilbrigðisþjónustu. Hann getur ekki keypt sér fram fyrir röðuna, skilur við. Við þurfum að finna lausnir þar sem að þjónustan eykst þar. Sama með sundið, skilur við. Jú, þú getur borgað hann í Skælagun, ég veit ekki hvað það kostar, einhver 20.000, en þú getur ekki. Þú veist, það skiptir ekki máli hvað með mikla peninga, þú getur ekki farið í sund eftir 6 helgar í Kópavogi, skilur við. Ég er alveg sammála, en ég meina, þú veist, en það er svona einstök atriði. Og þetta sama með leikskólan, það er alveg sama, þú getur ekki, þú veist, án þess að vera á leikskóla, þá getur ekki fengið þessa þjónustu, skilur. Það er verið að leysa vandamál og þetta er auðvitað líka bara svona, þú veist, hugmyndafræðilegt debatt, skilur, einhver lít og það má bara allt í lagi við séum ósammála þar. Ég lít svo á að við búum í samfélagi þar sem við berum ábyrgð á hvert öðru og að einhver leiti þurfum við að tryggja ákveðin þjónusta sé veitt ef hún er ekki í boði annars staðar. Þjónusta við fatlað, skilur. Meina, ertu ósammála því að við eigum að veita fötluðum ákveðna grunn þjónustu. Ég veit að þetta er ekki sexy kosningamál, en bara svona hugmyndafræðilega, skilur við. Ég hef unnið á sambíl í 16 ára og gera enn. Ég verð að fara reyndar í kvöldvakta eftir, þannig að þar farið svarið. Frábært svar. Í Kópavogi, þar er verið að samþykkja umsóknir fyrir liðveislu. Bara basic, bara þú ert kannski eitthvað barn með fötlun eða einhverja mikla þjónustustörf sem langar að fara í bíó með einhverjum öðrum en mömmu og pappa. Og kannski fær mamma og pappi þá smá frí á meðan, skilur við, sjaldgæft frí. Það er verið að samþykja umsóknir en það er ráðningarbann hjá bænum þannig að þessi þjónusta er ekki veitt. Það er yfir 100 manns á biðlista eftir þessari þjónustu. Sama með pláss í húsnæði,
skilur, og sama með þjónustu eldri borgara, skilur. En þetta út af ráðningabanninu út af því að ef ég Já. að muna þetta rétt að þá það líka hjá öðrum sveitafélögum þannig að liðverslan hefur bara verið í ákveðinni stöðnun mjög víða. Já, Varstu viss að þetta sé? Já, mér sagt það. Og þetta líka hjá Reykjavíkurborg held ég. Já, ég hef allavega að tala við bara fólk með hagsmuni þarna. Ég er svo sem ekki vel inn í málum í Reykjavík, en mér sagt strákarnir mínir það er verið að samþykkja umsóknir, en þjónustan ekki veitt af því það ekki verið að ráða inn starfsfólk til að sinna þessu. Strákarnir mínir, það að segja strákarnir sem eru á samfélaginu, ég kalla strákarna mína, þeir voru að þykja svona þjónustu áður sko, og þá var þetta mjög strömlínlega kerfi sko, og þar sem þetta var einmitt að bara manneskjan kom, fór með sund, fór með á bíó og gerði eitthvað og voru allir mjög ánægðir með þetta. Svo fór þetta í einhvern höng, ég man ekki, þora ekki að fullyrða, en ég er nokkuð viss að hjá öðrum sveitafélögum að þá hafi þetta líka farið í einhver höng. Já. Og ég held að það hafi verið, það var út af einhverju svona persónu vandamálu líka sko. En það sem ég á erfitt með, og nú er ég bara í svona frekar sterkri félagslegri stöð. Ég meina, ég er bara, menntaður, ég teki hár, skiluru, ég kem af bara, þú veist, menningarlega sinnuðu heimili og það er ákveðið svona menningarlegt auðmagn líka og ég er bara í toppmálum. Ég ætla ekki að fara að segja, heyrðu, láti mig vera, skiluru, með mína veislu skiluru, að ég lít svo á að það sé mitt hlutverk sem bara samfélagsþegn að við tökum ábyrgð á þeim sem þurfa á því að halda, skiluru, og það er líka bara barnafólk og það er eldra fólk sem við þurfum bara að passa upp á og taka ábyrgð á. Af því það engin annar sem gerir það sko. Og þú veist, einhver svona háleitar hugsanir hægrimanna einhver svona sterki maðurinn sem bara fer sinni, heyrðu, að vera sterkur í mínum huga er að taka ábyrgð á öðrum sko. Það er styrkleikur sko. Þetta var hörku, þetta verður gott TikTok myndband. Já, sko hugmyndafræðilegur ágreiningur. Ábyrgð á hvert öðru. Já. Mér finnst þetta var hræðilegt slagorð, einfallega út af því að það verið að draga úr allir persónulegri ábyrgð og það er alveg rétt hjá þér að þjónustofu fatlað, ég meina þetta hefur farið frá ríki til sveitafélaga, hefur batnað stórkostlega á síðastlinu langar með að segja 15 árum frá því ég byrjaði allavega og náttúrulega frá því að þú veist Kópavogshæli var og kringum 80, 90 og eitthvað þannig og batnað mjög mikið, bara eins og við erum að sjá reyndar í mörgum þáttum líka þar sem að fólk með fatlanir hefur verið að vekja athygli á ýmsum vanköntum. En aftur á móti þegar þú segir bara við ætlum að bera ábyrgð á hvert öðru, þá er líka svona undirliggjandi í því að fólk eigi ekki að bera persónulega ábyrgð á sínum gjörðum og sínu lífi. Það þykir mér vera mjög vont veganesti, sérstaklega þegar við erum með samfélag, þar sem að við erum með kulnun, við erum með væl á TikTok það að kerfið sé ekki að grípa mig og ég vekk ekki neitt. Menna, þetta er augljóslega ekki fólk sem er eitthvað sérstaklega þjónustuþurfi, þetta er fólk sem þarf að rífa sig í gang og sinna eigin erendum með elju, dugnaði og vinnusemi. Þú ert alveg sammála með það, þú ert duglegur og þitt menningarlega og allt þetta auðmagn sem þú taldir upp, það er ekki bara, það óks ekki upp á trjánum, það var þetta að þú varst duglegur. Sama gildi með Kristrúnu, ég er alltaf að pera mig á því að Kristrúnu er einhvern veginn alltaf talin svona, hafa alltaf fengið allt upp í hendunar þegar hún var bara með gríðarlega vinnusemi. Við búum við allt of mikinn aumingjaskap í íslensku samfélagi sem að það er miklu frekar að taka ábyrgð á sjálfum sér, frekar en að nokkuð tíman að einhver annar þurfa að fara að taka ábyrgð á því. Sko, ég er að hluta til sammála, ég held að sé ákveðið trend að fólk sé að firra sig ábyrgð og það er svona sálfræði spík á TikTok, skilur að það bara vera að gaslæta mig og þessi bara narcissisti og þú veist, þetta er allt svona til að deflekta og eitthvað annað og ég held að það eru fólki alveg holdt að lítið í einn barm og bara, get ég aðeins rifið mig í gang. Að því í mínum huga þá eiga réttindi og skyldur alltaf að fara saman, skilur. En það sem við erum að tala ég er ekki að tala að taka ábyrgð á einhverjum sem er eins og ég, skilur, heldur að við sem samfélag, við erum Ísland sem lið, skilur, bara Team Iceland og við ætlum að stefna eitthvað saman, skilur, í einhverja betri átt og það gerum við sem liðsheild, skilur, og það þýðir líka bara að við tökum fólki með sem þarf á því að halda og einhverjir er að draga, skilur, og við drögum allir sömu átt. Varðandi þetta sem þú nefnir með mig og Kristrúnu og okkar svakalega dugnað, ég meina, ég er mjög duglegur og legg mjög hart að mér og Kristrún gerir það líka, en er það eitt og sér nóg, skilur? Þú veist, það er fólk hérna sem er að skúra hús og það er bara fáránlega duglegt og það er miklu duglegur en ég og leggur miklu harðar að sér en mér og er að sjá fyrir mörgum börnum með lágar tekjur og miklu hagsýtna og útsjónasamara en ég, eða Kristrún,
skiluru, en þau eru ekkert í sömu stöðu og þau eru ekki komið með sama mikrofón og þau eru ekki með sama svona presence í samfélaginu, skiluru, þannig að það er ekki eitt og sér nóg að vera duglegur, skiluru, auðvitað þarf eitthvað meira að koma til, það vill svo til að ég og Kristrún erum í aðstöðum þar sem við getum fetað einhvern mentaveg, skiluru, og ég bara, þú veist, eitt af bara heilla spórum minnar ævi var að fara í menntaskólann í Reykjavík, skiluru, ég líti á það sem ákveðin svona vendupunkt þar sem ég fer úr einu trajektori yfir í allt annað. Og það er ekkert mér að þakka, skilur, þetta er tilviljanir og þetta er samfélagið sem við Íslendingar höfum búið til að hafa þennan farveg fyrir fólk og þetta er svona orðið meira normið en það er og það er eitt af því sem er jákvætt við norræn samfélög, norræn velferðarsamfélög byggðu upp á jafnaðarmönnum er að, þú veist, margin of error þarna á leiðinni er miklu minna en annars þar. Þú þarft ekki að eiga jafn fullkomið lífslaup eins og til dæmis í Bandaríkjunum eða þú veist á svona harðari stöðum í heiminum til þess að ná einhver sæmilega góðu lífi, skiluru. Það er svo margt sem klikkaði hjá mér en að því það kerfi sem eru utanum það að þá er bara leiðrétt fyrir því, skiluru. Og það er bara allir sem ganga mentavegin, langflesti sem fara í framhaldsskóla, þannig að það er miklu auðveldara að feta þennan stíg í velferðarsamfélagin annars þar og þess vegna er það jákvætt, sko. Það er svo að spila svona keilu með svona rennuvörn. Svolítið, já. Sem þú hittir alltaf einhverja keilur. Að einhverju leyti, já. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og ég held að það það er augljóslega betra að spila keilu þannig, skilurðu. Þú væri kannski ekki jafn góður í keilu, en þú veist, endastaðan er samt betri fyrir alla, skilurðu. Og það þarf ekki að vera eitthvað svona Slumdog Millionaire típu af lífslaupi til þess einhvern veginn að þræla nálaraugað og eiga sæmilegt líf. Og það er að því við erum með velferðarkerfi, skilurðu, og þetta kerfi. Og það er þess vegna sem við getum verið með, þú veist, frekar robust vinnumarkað, skilurðu. Það er mjög auðvelt að segja fólki upp í norræna módelinu af því það er kerfi sem grípur það, skilur, og það er hægt að endurmennta sig og það er hægt að byrja eitthvað karriér aftur og þetta er bara, þú veist, það er alltaf stilt upp eins og hægri mennirnir séu svo pro-business og vinstri mennirnir séu svo pro-velferð og þetta sé bara einhver svona binary. En mínum huga að það er miklu meiri langtíma hugsun í sko pro-business nálgun jafnaðarmanna að skapa, þú veist, velferðarsamfélag sem tryggir það að þú veist, það eru leikskólar þannig að konur og foreldrar geti mætt til vinnu og skapað verðmæti, skilur það sé heilbrigðiskerfi, þannig að við náum að endurhæfa fólk sem veikist og koma því aftur út í velferðarkerfi og allt er þetta, ef fyrirtækin ætti að sjá þetta sjálf, það er óheyrilegur kostnaður, en að því við erum með velferðarsamfélag þá getum við gert þetta og þá erum við að gera þetta saman, sko. Hérna, ég vekk nokkra spurningar sem eru Þorgrímsson spurningarnar. Ok. Hvað ætlar að gera fyrir íþróttastarf í Kópavogi? Ok. Ég ræði aldrei íþróttir í þessu. En ja, let's go. Heyrðu, sko, ég er ekki mikið fyrir kosningalofvörð. Mér langar að skoða hvort þess að breyta frístundastyrknum eitthvað aðeins. Mér finnst mjög sérstakt að hann er lægri fyrir 5 ára börn og þú ert 6 til 17 ára þá lækkar hann. Sem er mjög skrítið því það kostar ekki það mikið að vera með 5 ára börn í íþróttum en eftir því sem þau eldast og fara fleiri æfingar og það meiri þjálfunarkostnaður og meiri ferðir og svona að þá hækka kostnaður. Þannig að þú veist, þetta er svona fundamentalatriðum bara ólógist í mínum huga varðandi eins og uppbyggingu íþróttamannvirkja. Það er búin að vera að hitta íþróttafélögin núna bara síðustu 2 vikur og stef sem ég sé er að þú veist, það er alltaf skortur á aðstöðu og ég held að það sé bara svolítið eins og þú veist hlutirnir gerast í íþróttum að þú veist það er alltaf hægt að gera betri aðstöðu. Kópavogur er mörguleiti með gríðarlega flotta aðstöðu og það er mjög vel gert við íþróttafélögin þar. En það sem ég sakna svolítið er að það sé svona heildstæð framkvæmdaráætlun til langs tíma. Þú veist, núna til dæmis þykist ég vita að Ásdís muni kynna
breytingar á deiluskipulagi fyrir ljósi á Kópavogsvellinum, skilur, og það verður alveg pottitt skóflustunga, nýri stúku fyrir HK fyrir kosningar og eitthvað svona, þú veist, annað og það eiginlega svolítið þannig sem þessar ákvarðanir eru teknar, að það bara eitthvað svona kortir í kosningar, bara, heyrðu, nú vantar við stuðning íþróttafélagana, hvað get ég gert fyrir þau, viku fyrir kosningar. Ég væri til í að sjá bara, heyrðu, öll íþróttafélagin bænum koma, spjöllum saman, við ætlum að skoða þetta til 20 ára, hver er þörfin, skilur við, metum aðeins hvernig demografína fer verið í mismunandi hverfum og hvað er þörf á að mæta við íþróttahúsi til að mæta, eins og fyrir HK, það verið að byggja Vassendalíðina, Vassendakvarfið, það er ekki gert ráð fyrir íþróttahúsum sem þú veist, það eru 1600 íbúðir, fullt af börnum, hvað eiga þau að æfa íþróttir? Kórinn er löngu sprungin, það er búið að taka hann undir skóla og svo að taka hann undir bókasafn líka, að þetta sé hugsað til lengri tíma. Við metum bara, hvað getum við sett mikið pening í fjárfestingu í íþróttamannvirki við 20 ára tímabil, fáum Breiðablikaborðinu, fram HK-borðinu, Gerplu, Hnefalegafélagið, Taekwondo-félagið, Siglingaklúburinn, skilur bara alla og bara, hvað þurfum við þið? Hvernig getum við forgangsröðu þessu? Hvernig getum við tryggt að allir að fá cirka eitthvað fyrir sinn snúð og svo bara vinnum við eftir því konsekvent, skilur, þannig að það sé ekki þessi hrossaköp. Ertu komin að heimsækja kjarra í Hnefalegafélagi Kópavogs? Ég get sagt þér frá því að ég mætti þarna, ég var svo peppar að ég mætti æfingu daginn eftir. Aha? Já, og ég ætla að reyna að komast æfingu núna á laugardaginn líka. Mergjað, það er... Þú varst í boxi, er það ekki? Ég er boxþjálfari. Já, sko. Ég veit ekki af hverju ég sagði ég tala aldrei íþrótt. Ég tala ekki svona útkomu úr leikjum eða eitthvað þannig, en ég tala mjög mikið náttúrulega íþróttastarf og brynjakart. Jú, ég náttúrulega þjálfa. Ég var með kjarra út í Porto núna fyrir 2 vikum. Já, sko, það er alvöru kongur, sko. Já, hann er það. En ég, eins og ég segi, mér hef lengi langað að æfa hnefalega, það einhvern veginn aldrei fundist eitthvað svona plattform fyrir því og núna er brjálega að gera þannig að ég kemst til aldrei í rektina, það er alltaf auðvelt að fresta. Þetta er alvöru rækt. Þetta er drullega erfitt, sko. Ég er kólsvittur og bara búin að því. En það er alltaf mis geðveikt dæmi, talandi um samfélag það sem er, ábyrgð tekin á sjálfum sér og ábyrgð tekin á öðrum. Að það er Hnefalegafélag Kópavogs. Þarna eru menn bara með alls konar bakgrunn komnir, þeim er gefin ábyrgð og að því þau eru með ábyrgð þá taka það ábyrgð að sjálfum sér og svo fara það að taka ábyrgð að hinum. Ég sá einhverja 11-12 ára stráka vera bara að ala upp minnibödd sem þau voru að þjálfa miklu betur en ég hefði geta gert, sko. Þú veist, það er einhver ágreiningur og einhver strákar að slást og það bara tekið á þessu að festu og einhver svona stabilitet. Þetta er svona mikrokosm að því sem ég sé fyrir mér, sko, að fólk reynir að taka ábyrgð á sjálfum sér og þegar farið að kunna taka ábyrgð á sjálfum sér, þá byrjar það ósjálfrátt að taka ábyrgð á öðrum, af því það er það sem sterkir einstaklingar gera. Já, en ekki ríkið. Ég meina, ríkið er bara verkfæri, sko, til þess að gera nákvæmlega það. Já, en við sem samfélag. Maður skjóðir út af því að, sko, hvernig sköpum við hvatana til út af því að ég er, sko, hjartanlega sammála þessu öllu og ég einmitt innan Hnefalegana sem er náttúrulega ég hef náttúrulega verið að ræða mitt læknafélagið er ósátt við það hvernig hnefalegum er háttað og fleira út af náttúrulega höfu áverkum og fleira sem ég ger ekkert lítið úr en aftur á móti þá er þetta það sem er að gerast í hnefalega-starfi á mjög breiðum skala þar sem þú ert með yngri krakka sem er að taka ábyrgð á öðrum krökkum og þetta einhvern veginn spíralast allt upp þannig að öllum líður betur fyrir vikið og allir koma út sem sterkari einstaklingar og einmitt sem lið en aftur á móti þá sko finnst mér alltaf þegar ríkið ætlar einhvern veginn að fara ég ætla að búa þetta til að þá er oft þannig skorður settar að það verður ekki fyrir hendi út af því að það þarf að taka skatt af þessu ég þarf að vera með puttan í þessu ég þarf einhvern veginn að fá minnskerfi úr þessu út af því að það eru aðri þjónustuþurfi og þá er ég að tala um líka bara breiðari skala þegar við erum að tala um fyrirtæki sem er ráðin til sem fólk sem að býr til einhverja sterka heild en aftur á móti verður þetta fyrirtæki ekki til út af því að það til bara að ráðin starfsmann í dag er bara algerlega heilalaust út af því að maður þarf að borga svo mikið í tryggingagjöld, maður þarf að borga svo mikið í alls konar gjöld og það er bara alls konar svona kvaðir sem að gera það verkum að þinn veruleiki er ekki skapaður endilega af ríkinu. Fattar það hvað ég meina? Ég er alveg sammálaður sko og ég held að þurfi að velja mig vel hvaða verkefni hið opinbera skiptir sér að. Mér er tamt að segja að þú veist ríkið skapa ekki samfélag. Það gerir það ekki, en hún getur búið til jarðveginn fyrir það, skilur, og alveg eins og ekki það, við ætlum ekki að gera Hnefalegafélag Kópavogs að einhverju, umtalsefni eitthvað mikið, sko, en þú veist, þar er með eitthvað samfélag, en það er samt alls konar kostnaður sem þarf
undirliggjandi, skilur, þú þarft að kaupa hringinn og þú þarft að vera með húsnæði og þú þarft að kaupa lóð og boksa og púða og eitthvað og það innheimt æfingagjöld fyrir því, skilur, þannig að það að búa til aðstöðuna fyrir því að eitthvað skapa og þetta ekki eitthvað einn á móti einum frábært dæmi ríkið, skilur, en ég að segja að það alltaf hluti ríkið hafði ekki aðkomað þessu? Nei, ég veit það, en ef við ímyndum okkur að það sé svona lítið samfélag og nefalegafélagi sé ríkið, skilur, að þú veist, sumt að þessu ekki hægt nema við gerum það sameiginlega, skilur, og það pointið að sko, sveitarfélögin eru verkfæri í kringum þessi metnaðarfullu verkefni okkar að tryggja að eldri borgarar séu ekki skildir eftir heima hjá sér, skiluru, og fá legusár og get ekki hreyft sig og hvað nú skiluru, að fatlaðir séu ekki útskóður samfélaginu, að foreldrar standa ekki einir að því að ala upp börn sem hafa kannski ekkert annað bakland en þurfa samt að sinna skyldum sínum að vinnumarkaði og gagnvart hvort öðru og borga húsnæðislán og kaupi matinn, skiluru. Þetta samfélagi sem við erum í og til dæmis leikskólakerfi tekur ekki með að þessu, skiluru. Við erum að gera ráð fyrir því að fólk sé út af vinnumarkaði að sinna sínum skyldum, afla tekna til þess að geta keypt í matinn fyrir börnin sínu og svona, og svo búið að hanna leikskólakerfi þar sem fólki refsað harkalega fyrir það að þurfa að vinna 8 tíma vinnudag. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Ég hef margt þetta að segja, en hérna... Ég meina, þú veist, við erum eflaust sammála það að börn ekki vera endalaust á einhverjum stofnunum, en veruleikinn samt sem aður þá, að þú getur ekkert sagt þetta við snyrtifræðinga, skiluru, eða sjúkraliða á einstæða sjúkraliða á Landspítalum, eins og skrifuðu grein daginn af konu sem í þeirri stöðu. Þú getur ekkert sagt við það, heyrðu, barnið þitt á ekki vera á stofnun allan daginn. Bara, heyrðu, hvernig á ég þá að láta hlutina ganga upp, sko? Hvernig á ég þá að borga leigu? Hvernig á ég þá að borga í matinn, sko? En opinber rekstur, þú veist, byggist ekki á jaðrinum. Við þurfum líka samt, ég meina, mér finnst vera gott að búa til samfélagslega hvata þar sem að foreldrar eru meira með börnunum sínum og minna enn á stofnunum. Ekki það að leikskólar eru náttúrulega frábærir. Enda ég að segja, við ætlum ekki að afnema Kópavogsmódelið. Það þarf ennþá að vera hvatar, sérstaklega meðan mönnunin ekki búin að styrkja sig meira en hún hefur gert. En má ég þá spyrja... Við erum á einhverja vegferð núna, þar sem við erum að reyna að efla mönnun á leikskólinum og meðan hún ekki öllu leyti komin, það þurfa þessir hvatar að vera til staðar. Það bara sannleikurinn í málinu. En það munur á því að vera með jákvæðan hvata, sem til dæmis 30 tíma gjaldfrjálsa vistun, sem eflaust fullmargir myndi nýta sér, og það að vera með svipuna í hinni hendina, segja, ef þú ert með 2 börn sem þurfa 8 tíma vistun, af því að þú ert að vinna 8 tíma vinnudaga, og það náttúrulega sko 8 tímar á leikskóla ekki 8 tíma vinnudag, skilur, þú ennþá eftir að komast til frá vinnu og allt það, sko, að þá ert að borga 90 skall á mánuði, skilur, og þú ert kannski bara með 300 skall útborgaðan, sko. Já, sko... 500 skall útborgaðan og þá ert eftir að borga leigu. Þú segist að ekki ætla að afnema og ekki ætla að fara í gamla kerfið, en þú ætlar aftur á móti að koma til móts við þarfir þessara mannesku sem að segist þurfa 8 tímana. Já. Ef að þú gerir það, þá ertu komin aftur í gamla kerfið. Sko, ég held að þetta er náttúrulega ekki bænari skiluru, þú veist. En þú getur ekki bara valið eina mannesku sem þú ætlar að koma, þarf þú svona rosalega mikið á þess að halda, já ok, þá færð þú þetta. Nei, ég ekkert að tala um það, sko, ég að tala um, þú veist, þú ert búin að skapa eitthvað hvata, er þetta einhver svona heilagur, er þetta einhver heilug gjaldskrá sem komin í Kópavogi sem bara ekki hægt að ráðskast með að þess að kerfið hrynji, skiluru. Það sem við erum að leggja á borðið að, þú veist, við innlegum 100% systkinafslátt og við færum vistunna fyrir 1 barn niður fyrir 50 skall. Akkurat núna 8 tíma vistun fyrir 1 barn 56 skall, skilur. Þannig að það öll lækkunin fyrir stakt barn. En við erum að koma til móts við fólk sem með fleiri börn og það fólki sem að ströggla hvað mest, því það að borga upp undir 100 skall á mánuði
að við skerum þann kostnað að og við ertum hvata í kerfinu, þú ert með þú þarft kannski bara 7 tíma vistun, þú borgar bara fyrir 7 tíma vistun, ætlar að sækja börnin á mismunandi tíma, ætlar að hafa þau á einhverju mismunandi tímabelti, nei, þú sækir börnin á sama tíma, þannig að 100% systkinaafsláttur ekkert að fara að breyta einhverju mjög miklu í þessu kerfi, hvað var þar hvatana á vistun, sko. Ég orðin svolítið skotin í því út af því að ég vil náttúrulega auka fæðingartíðni. Fyrir utan það, það sem við erum nú sannarlega sammála, að þú veist hvað það glórulist í núverandi áferði að vera velta kostnaði vera barnafólk þegar við sjáum að eftir nokkur ár verðum við komin í mikil vandræði að fæðingartíðni fara að pika upp að þá verða velta kostnaði vera barnafólk í staðin fyrir við sem að létt undir menn að það eignast engin börn haldandi að það sé eitthvað auðvelt fólk með kvíðahnút í maganum í 9 mánuði bara geti fundið út úr þessu skilurðu en það þýðir samt ekki að við meðum ekki létt undir barnafólki. Það eitthvað sem við eigum að gera, sko. Augljóslega. Augljóslega. Talandi börnin, stærsti útgjaldaleiðurinn, við ætlum að ljúka þessu á honum. Já. Skólamál. Yes. Sástu Ingu í gær og í fyrradag? Ég heyrði það í henni á bylgjunni eftir þetta. Ég sá hana með þetta, sko. Þú ert sammála okkur að kasta þessu bókstafskerfi út á Hafsó. Ég veit að samfélgingamenn eru búin að vera rægir út af því að kennarar náttúrulega kjósa samfélginguna þannig að þeir vilja rosalega mikið passa upp á þetta en ég veit alveg að ykkur finnst þetta jafn heilalaust á Ingu sko. Sko, ég held að einhver lita fólk sé að tala bara fram hjá hvort öðru sko. Þú veist, það einhvern veginn verið að láta eins og sko A, B, C, D kvarði sé einhvern veginn svona óskiljanlegur hann bara aðeins grófari en 1-10 eða 1,01 til 10 skiluru. Hvort myndið þú vilja fá stöðu barnanna þinna í tölum eða bókstöðum? Ég meina, sko, ef markmiðið að hafa eitthvað svona pinpointa framistöðu, þannig að þetta sé eitthvað svona... Þannig að fá alvöru gögn? Já, þannig að þetta sé svona samkeppnisgögn, skilur við. Jónas, samkeppnisgögn? Bara rétt gögn, skilur við, bara upp á punkt. Nákvæmri gögn upp á punkt, já, þá augljóslega tölurnar betri. En það endilega markmið skólakerfisins? Sko, ég tek það fram, ég hef ekki brjálæðislega sterkar skoðunar á þessu. Ég hef ekki brjálæðislega sterkar skoðunar á þessu. Mér finnst allt í lagi fara aftur í tölustafnar. Mér sýnist þessi bókstafur líka virka sem bara svona A gott, B bara standard, C mætti bæta sig, skilur, og það kannski ekki bara nóg skilaboð heim ef að einhver með B bara, þú ert svona nokkurn veginn á róli bara með það sem þú átt að vera. A bara, þú ert að brillera og C, eða það að læra bara, þú þarft aðeins að rífa þig í gang, skilur. Það ekki, þurfum við nákvæmari skilaboð en það? Já, til heimilina. Ég vil bara nákvæm skilaboð alltaf. Af hverju? Þú veist, í hvað ætlar að nýta það kannski spurningin sko. Ég vil bara, ef ég fæ B og svo aftur B en munurinn kannski 0,5 þá ég að sjá að það svo aðstoð sem ég að veita kannski heima fyrir að koma til móts við barnið ef aftur að mótið væri fyrir neðan að þá þyrfti ég kannski endur sko. Ég vil bara hafa nákvæm gögn almennt sko. Ég held að skalinn eigi að vera hugsaðar þannig að það svona, þú veist, 0,5 til og frá, það getur líka bara verið dagsform á einhverju prófi sko. Ekki það, eins og ég segi, ég hef ekki brjálæðislega sterkar skoðunar á þessu, mér finnst ekki eins og þetta sé eitthvað svona yfirstígalegur ágreiningur á milli kennara og þeirra kennara sem vilja halda bókstafskerfinu og annara sko. En það þarf að bæta skólakerfið. Eitthvað þarf að gera, já. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Hvað langar þið að gera í Kópavogsbæ? Sko, ég held að Kópavogsbær hafi verið að koma svona bara ágætla út. Og það ágætt. Það sem hefur verið svona helst milli tanna á fólki til dæmis eins og í Hörðvallaskóla. Það nú ágætt skólastjóri sem í framboði fyrir Viðreisn, Sigrún Ósk. Hún hefur verið að fjalla þú veist, bara það verið að berja kennara, skilur, og það krakkar í kerfinu sem bara þurfa mjög mikla aðstoð og þeir að taka allt súrefnið í kennslustofunni frá, þú veist, raunverulegri kennslu. Og þú veist, og það engin úrræði beint fyrir þessa krakka, skiluru, þú veist, við erum með hluti eins og, þú veist, Arnarskóla og Klettaskóla sem bara fyrir fólk krakka með sko gríðarlega mikla þjónustustörf, við erum ekkert að tala þann hóp, skiluru, við erum að tala hóp sem á að vera hægt að vinna með inn í skólanum, en það vantar bara stoðþjónustu í sérkennslu, það vantar, þú veist, talmeinafræðinga, félagsráðgjafa, hvað nú inn í skólan til að taka á sig þar að því, þú veist, eftir fremsta megni ef maður reyna að forðast að taka krakka út úr bekknum og setja á einhverja aðra stofnun, skilurðu, ég held við að reyna að leysa þetta inn í skólanum
En svo auðvitað dæmið það sem bara meira áskorun, nógu mikil kannski til þess að réttlæta að fara tímabundið í eitthvað annað úrræði. Og eins og í Kópavogi, það var úrræði sem hét Tröð. Og var akkurat þetta, það var hugsað fyrir bara krakka sem voru, þú veist, að sýna sér hættulega hegðun, skilurðu, voru ekki að þrífast vel í skólanum. Og þóttu ganga mjög vel nema 2023 held ég að loki vegna myglu og viðhaldsleysis og svo 2024 tekin ákvörðun að loka úrræðinu svona, þú veist, í prinsipinu út af því að það átt að taka svo vel utan þetta allt í skólanum, en það bara staðreyndin að, þú veist, fjármagn hefur ekki fylgt þeim fyrirætlunum. Svo þetta bara sjálfstæð áskorun, þú veist, grunnskólakerfið dýrt í bara alþjóðlegum samanburði. Ég veit ekki hvað það sem gerir það að, þú veist, það svona dýrt og við erum samt að lenda í svona miklum áskorunum og það samt svona mikil þörf á stuðningi. Ég bara ekki með svörin þar, sko. Svo ég sker líka kennarana úr snörunni þar og það þá það náttúrulega 100% síminn. Ég held að símanotkun okkar sé algjörlega galinn. En ég held líka, sko, og það ég mikill ójafnaðarmaður. Já. Að til dæmis... Það leynist samt jafnaðartök í þér, sko. Ég sko, ekki jafnaðar, þetta meira bara svona, ég vil meira svona, ég ekkert eitthvað rosalega hrifinn að einhvern veginn að, þú veist, einhverju svona rosa ríku fólki sem í einhverju svona gated community, það eitthvað sem að mér hugnast ekkert, ég ekkert hrifinn að því, en ég aftur á móti hrifinn að því bara að við séum með ákveðna svona grunnþætti, pínu svona eins og á landsbyggðinni, það sem mér segja bara, heyrðu, hafðu grunninnviðin í lagi, svo vil ég bara láta henni í friði, en sko það sem kom mér svo óvart var að Sonja Ýr Þorbergsdóttir var með erindið þannig á KÍ og Magnús Þór var líka með erindið og hann sagði það sem mikilvægast fyrir kennara núna að launafólk standi saman og ég hugsaði með mér, það skrítið, þið fengu 24% launahækkun sem aðrir hópar fengu ekki, ég vil að kennara fá aðra 24% launahækkun og við lækkum launinu hinum, bara út af því að við þurfum raunverulega á því að halda að kennara séu með einhverja ákveðna bara tigni í samfélaginu, bara ákveðin status, þar sem að þeir bara, að það þykir bara svona mjög fínt að verða sko leikskólakennari, framhaldsskólakennari, grunnskólakennari. Education is the silver bullet. Ándjóks. Ertu ekki sammála með það? Þú ert ójafnaðarmaður því ljósið, eða ekki? Ég skil ekki alveg hvað við með ójafnaðar. Út af því að við viljum að þessi hópur fái töluvert betri tekjur heldur en aðrir hópar. Þá erum við ójafnaðarmenn í því ljósi. Ég veit ekki alveg. Það þinn skilningur að jafnaðarstefninu allir eigi að hafa sömu laun eða hvernig Nei, spurði ég ekki síðast hversu jöfnum við ættum að vera? Ég man það ekki, ég spyr svo oft jafnaðarmennina sko, hversu jöfnum við að vera? Ertu að spyrja mig? Já. Við eigum að vera, sko, við eigum að taka það alvarlega að tryggja jöfn tækifæri. Þetta svona slagorð sem kastað fram af ójafnaðarmönnum eða, þú veist, hægrimönnum, ég vil bara tryggja jöfn tækifæri og svo ég bara allir, en það það sem allir að tala um, sko, þegar við erum að tala um að tryggja jöfn, það enginn að tala um að færa fólk handvirkt niður eða neitt, skilur við erum með eitthvað praktist úrlausnarefni sem bara hvernig viljum við reka samfélag, hvernig við tryggjum ákveðna grunnþjónustu. Jú, við óskum eftir því að fólk borgi skatta og stundum svolítið háa eftir því, þú veist, skattar á Íslandi eru ennþá lágir, ég nýfluttur heim frá Danmörk og þar eru skattar háir, sko, alveg þannig að mér fannst nógum. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbrögðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1pæling til þess að fá 25% afsláttur úr skráarði í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið
tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. En það er líka... Varstu jafnannar það líka þess? Já, ég er tímetti, sko. Nei, en það er líka framúrskarandi þjónusta, sko. Þú veist, heilbrigðiskerfið er bara klikkað, sko. Þú veist, og það er bara nice things cost money, sko. Þú veist, það er líka bara svolítið staðan að þú ætlar að hafa bara Rolls-Royce heilbrigðiskerfi, þá þarftu að borga Rolls-Royce skatta, sko. Og þú veist, einhver staðar þarna milli er einhver balans þar sem ég er, en að við tryggjum, þú veist, góða þjónustu þannig að fólk einmitt geti sótt sér heilbrigðisþjónustu, geti sótt sér menntun og geti raunverulega sagt, heyrðu, ég fekk svipuð tækifæri. Eins og við vorum að tala hérna með mig og Kristjánu og hvað við erum eitthvað svakalega dugleg. Meina, fólk sem er bara jafn duglegt á að geta komist jafn langt og það á ekki að skipta máli að þú fæðist í einhverja fjölskyldu sem er bara ekki með sama bakland og ekki sama einhvern veginn svona, þú veist, status að það hafi einhver stórkostlega áhrif á þitt lífshlaup. Heldur á það einmitt að vera hversu dugleg þú sem einstaklingur, sko. Talan eins og Sjalli, sko. Ég hef svo margt þetta að segja en við þurfum að fara að ljúka þessu. Það er ein loka Þorgrímsson spurning. Hún er vill Jónas Már ganga í Evrópusambandið? Ég vil ekki pakkan. Nei. Sko, þetta snýst um eitt atriði og það er, þú veist, hvað fáum við út úr þessu? Bara what's in it for me? Þetta snýst um það. Hagsmuni Íslendinga og hagsmuni Íslands til langs tíma. Og mér finnst bara ekkert að því að spurja þjóðina, heyrðu, viljið þið fjölga valkostum? Viljið þið gá hvort að það komi eitthvað út úr þessu sem gæti kannski bara verið dröllu gott fyrir þjóðina til langs tíma og hagsmuni hennar? Ég er peppað fyrir aðaldar, ég er peppað fyrir því að kjósum þetta. Já. En ég líka treysti þjóðinni til að segja nei, sko. Já, og ég meina ævintýralega vitlaust, sko. Og ef hún segir nei, þá bara virðum við það. Þá er þetta bara out of the question, næsta mál. Þá fórum við að horfa á aðra hluti sem getur verið góðir fyrir hagsmuni Íslands. Og kanna aðra valkostir þar. Við getum örugglega tekið 3 kostir í Evrópusambandið. En Jónas Már Tórason, gott að sjá þig. Sömuleiðis. Takk hérlega fyrir að koma og þangað til næst. Takk hérlega.